leika Shakespeare-verk? Það ógeðslega gaman. Mikil áskorun. Já. Sérstaklega eins og ég hef aldrei leikið Shakespeare áður. Mér finnst það ótrúlega spennandi og bara gaman. Já, það gaman að því að Shakespeare skrifaði ágætt leikrit, sko. Og það yfirleitt skemmtilegt að leika í skemmtilegu leikritum, það ekki? Jú, af því það búið að svolítið sannreyna verkin hans. Já. En það auðvitað, jú, kannski aðeins meiri svona vinna hjá leikaranum í texta og svona, og skilja hann og miðlunum. Þannig að aðrir skilja hann líka. En nú leikið þið Óberon og Títaníu í álfheimum og svo Hipólítu og Theseif í mannheimum. Sumir túlka þessi persónu sem algjörlega sikkura sögupersóna, en það margt sameiginlegt með þessum sögupersónum. Hvernig finnst ykkur það? Já, sko þegar fór svona að líða á æfingatímabili, þá fór mér allt inn að finnast þetta bara að vera nánast sama fólkið. Og mér fannst það eiginlega svolítið spennandi pæling, sko. Þú veist, var þetta draumur hjá mannfólkinu eða hvað gerðist þessa nótt? Hvað í gangi þarna? En ég ekki búin að taka einhverja ákvörðun með það, en mér finnst bara svolítið gaman að hafa það bak við eyrað að kannski þetta bara, og kannski á maður eftir að taka ákvörðun, ég veit það ekki. Ég mitt. Sama hún sagði. Og svo líka, ég meina, við þekkjum það bara frá okkar álfasögum til dæmis að sko að það svona ósköp mannlegir hlutir sem gerast í álfheimum líka sko og öfugt, ævintýralegir hlutir sem gerast í mannheimum og það þannig hjá Shakespeare líka sko. Þannig að það ekkert endilega, það ekkert flókið að finna svona samhljóm með þessum tveimur persónum eða þessum fjórum persónum sko. Þeir hafa sína breyskleika álfarnir og þetta auglýst sem erótískur gamanleikur. Já. Töff. Já. Ég held að slagurinn sé fyndinn og erótískur. Gamanleikur, já. Ég ætla samt að lofa 5 ára strákum mínum að sjá þetta. Já. Ég held að þetta sé fyrir fólk á öllum aldri. Já, ég held að þetta líka eins og þessi sýning litrík og skemmtileg og ævintýri líka. Og en kannski svolítið fullorðinslegt ævintýri. Þannig að ég myndi segja þroskuð börn. Eins og sonur þinn var mjög þroskaður. Eða barnalega almenni. Einmitt. Þetta fyrir alla, algjörlega. Og það, einhvers staðar las ég eða heyrði sagt að sko, ef þú hefur aldrei séð Shakespeare, að þá Jónsmessunætur draumur það fyrsta sem þú ættir að sjá. Já, þetta örugglega rétt hjá Brítu.